Síldarminjasafninu á Siglufirði var í sumar færð myndarleg gjöf en safnið fékk afhent líkan af flóabátnum Drangi. Drangur gegndi afar mikilvægu hlutverki á seinni hluta 20. aldar en báturinn sigldi á norðlenskar hafnir og flutti fólk og vörur meðal annars milli Siglufjarðar og Akureyrar. Oft á tíðum var Drangur eini færi samgöngumátann Norðurland, einkum vetur þegar ferðum vegi var slæm og því skipið stór hluti af samgöngusögu svæðisins. Við heimsóttum Síldarminjasafnið á Siglufirði og freistuðum þess að fræðast aðeins sögu Drangs. Drangur var flutninga- og farþegaskip sem sigldi á hafnir á Mið-Norðurlandi og í rauninni mjög mikilvægur þáttur í samgöngusögu okkar í Fjallabyggð, bæði á Siglufirði og Ólafsfirði. Hann sigldi frá 46 til 91 á hafnirnar báðar, Siglufirði og Ólafsfirði, 2-3 viku, svona meðaltali 2 hugsa ég. Og Drangur kom með bæði mjólk, matvæli, póst og svo farþega líka. Og hann virðist vera svona mjög sterkur í minnum manna, þannig að hann var augljóslega mjög stór þáttur í lífi fólks almennt. Gegndi mikilvægu hlutverki, fólk bara þurfti að reiða sig á hann til þess að komast á milli oft á tíðum eða ekki? Jú, vissulega, og líka gagnvart vörunum og maður heyrir fólk sérstaklega að tala mjólkina, að ef að ferðir féllu niður hjá Drangi þá höfðu allir áhyggjur af mjólkuleysi. Það voru fleiri en einn tegund af skipinu, hann var svona uppfærður í tímans rás. Já, hann gerði það. Fyrsta skipi sem byrjaði að sigla 41, kallaður Elsti Drangur, hann sigldi til 59, þá var hann endurnýjaður. Og það skip sigldi til 82 og svo var það þriðja útgáfan, þriðji Drangur sem sigldi frá 82 til 91 og var held í töluvert frábrugðinn og ólíkur fyrri tveimur. Það voru synir Guðbjarts Snæbjörnssonar sem lengst af var skipstjóri á Drangi sem gáfu safninu líkanið af skipinu sem smíðað af Grími Karlssyni. Og líkanið sem þeir gáfu sýnir í rauninni elsta Drang. Og það er mjög skemmtilegt fyrir okkur að hafa líkanið hér því að það í rauninni aðstofar okkur við að varðveita þessa sögu og kannski gerur okkur kleift að miðlenni auðveldar. En þegar þeir komið með líkanið í sumar þá settum við það niður í bátahúsinu í Andeyri þannig að gestir hefðu greiðan aðgang að því strax eftir að það kom. En svo sjáum við fyrir okkur í framtíðin að færa það yfir í Salthúsið sem nýtt hús sem er í byggingu, en nýtt gamalt hús sem áður stóð á Akureyri og var flutt hingað til Siglufjarðar. Og verður að hluta til þar ný sýning í hluta hússins veturinn í Síldarbænum og kannski svona meira sögu þá staðarins en ekki bara síldarinnar almennt. Og þar náttúrulega gegnir Drangur lykilhlutverki því að á tímabili var hann oft náttúrulega eini samgöngumátinn til og frá Siglufjarðar yfir veturinn. Örlygur Kristfinnsson, fyrrum safnstjóri Síldarminjasafnsins, einn þeirra sem þurfti reglulega að nýta sér ferðir Drangs þegar hann var menntaskólanemi á Akureyri. Og þá var einmitt við sem að stundum nám í menntaskólanum eða öðrum skólum á Akureyri sem notuðum Drang til ferða. Og náttúrulega eins og Ólafsfirðingar líka gildir það sama þá. Og það var í jólafríi og úr jólafríi og síðan páska sömuleiðis. Hversu langan tíma tók að sigla þetta milli frá til dæmis Akureyri til Siglufjarðar? Já, mér minnir að það hafi verið svona 4-5 tímar. Það verið talsvert ferðalag? Já, þetta var nú svona ferðalag. Það sem að stoppa var á þessum höfnum, Hrísey og Ólafsfirði og sömuleiðis þegar var farið héðan og til Skagafjarðar, þá var stoppað á Hofsósi. Nú var þetta bæði vöruflutningarskip og farþegarskip. Hvernig var svona aðbúnaður fyrir farþega í skipinu? Já, aðstæður í þessum Drangi númer 2 voru mjög góðar fyrir farþega. Þarna var undir stýrishúsinu aftan heilmikill salur þar sem voru borð og bekkir og fjöldi fólks gat setið og þokkalega góðir gluggar til útsýnis. Og sömuleiðis var niðri þarna aftan voru 3 káetröf í mannrétt með mörgum kojum þar sem að fólk gat farið niður og hallað sér. En þannig að þetta skip var smíðað alveg sérstaklega sem nokkurs konar farþegaskip og sem flutningaskip. Já. Svo þú nefndir þá náttúrulega þurfti fólk að fara yfir vetrartímann með skipum
Og farið í væntanlega flestum veðrum eða hvað? Já, það var hérna alltaf siglt. Það var nú talað sérstaklega Guðbjart. Ég heyrði það á mínu heimili því að faðir minn var honum mjög vel kunnugur og ég heyrði talað það að hún Guðrún, kona hans, hafi verið skyggn og hún hafi aldrei látið hann fara að heiman þessa ferð á Drangi hingað norður eftir þegar illa viðraði eða vond veðurspá öðruvísi en að tékka á hlutunum og hann sigldi eftir hennar ráðum. En þetta mátti kannski ekki tala hátt þegar menn höfðu siglingatækin í brúnni til þess að fara eftir og þurfti að treysta náttúrulega á sjálfan sig fyrst og fremst. Örlygur segir að í verstu veðrunum hafi farþegum í bátnum ekki alltaf liðið vel en telur þó að heilt yfir minnist fólk Drangs með hlýhug. Hérna úti fyrir manni við sigldum einu sinni frá Akureyri í jólafrí, rétt fyrir jól og það var svona kalsaveður og snjókoma, nokkur snjókoma. Það var ekkert alveg vont en mikill þungur sjór hérna úti fyrir og mikill veltingur og bara ferlegt ástand borð. Ég man eftir sjóveiki minni og ég bara man það eins og hefði gerst í gær og allir voru veikir þarna og ég held að fyrst og fremst eigi Siglfirðingar góðar minningar þó að stundum hafi verið slark og sjóveiki. Þetta var bara svo ríkur þáttur í bæjarlífinu, hérna siglingar, drangs, flutningar með nauðsynlegan varning handa okkur og síðan að gefa okkur þetta tækifæri til ferðalaga.